Sæl, áhorfendur góðir, þetta Eldhús meistaranna. Við erum á ferð landið, við erum búin að vera að fara Tröllaskagann og núna erum við komin á Akureyri. Og ég þekkti, þetta vinafólk mitt ég þekkti fólk og það að reka stað fyrir annan, stað sem heitir Kung Fu Express. Og við ætlum að taka hús á þeim og fá að vita svolítið þeirra matagerð. Og nafnið fyrst. Já, Katrín heiti ég. Velkomin til okkar hér. Já, og þetta Kung Fu Express heitir þessi staður. Og þið eru hjón. Við erum hjón. Jóhann Eyþórsson. Já. Heyrðu, þið eru hjón og þið hafi ekki áður verið í súsíkjar. Þið bara lærðu þetta. Já. Og segja okkur svolítið frá því. Við bara ákveðum að koma hérna í gott samstarf með vinum okkar og þetta bara gengur prýðilega. Já. Og það gengur bara vel að vinna með manninn sínum. Já. Já, hann stjórnar hér og ég stjórna heima, skulum orða það þannig. Hann sagði mér þetta væri nú öðruvísi að þú stjórnaðir alltaf. Já. Það færi langbest. Já, það fer langbest, það fer langbest, en þetta gengur mjög vel. Ég get nú bara sagt það í einn reynslu, ég á nú 2 veitingastaði í Reykjavík og ég á konu, hún unni og búin að útskrifa út á kokkaskálan og hún kunni nú elda áður, hún frá Filippseyjum. Bara þegar hún mætir, þá bara dreg ég mig til hliðar. Já, þetta og þá besta systeminu náð. Já, ég held það. Þá næst jafnvægi á þetta. Já. Og konurnar finnst gott að stjórna og bara, það bara gott að hlýða. Það gott að kunna hlýða líka, sko. Hamingju sem kona, hamingjusamlegt hjónaband. Er það ekki þannig? Eða bara eina leiðin. Já, bara það eina leiðin sem virkar. En þetta virkar mjög vel, það er mjög gott að vinna með manninn sínum. Þeir eru með börn heima og þú ert með vinnur til 2-3 á daginn og hann vinnur svona miklu meira. Já, hann er svona fram úr meira. Já, en Jói þú ert búin að vera svolítið áður í kokkinum, er það ekki? Svona aðalega bara á skyndibitarstöðum. Já, varstu ekki á sjó líka svolítið? Jú, ég... 2 túra sem að skipstjórinn ákvað að tala um mig. Já, það er ekki meira. Ég held að það verið meira að gert út á þetta. Nei, bara það vantaði bara kokk og hann hringdi mig og við fórum út og sagði þú verður kokkur. Já. Og áður en ég náði að segja nei þá var hann búinn að skella á. Og var þetta langir túrar? Nei, þetta vorum tæpa 2 mánuði. Þetta fórum út í 2-3 daga og komum svo og lönduðum í Keflavík og út aftur. Já. Þetta voru fleiri túrar en þetta var svona í heildina eins og 2 fristitógaratúrar. Já, sem voru 2 mánuðir. Já. En hvað, var þetta ekki bara gaman? Jú, ég komst lifandi frá þessu, mér var ekki hent frá borði. Og hvað kastaðu alltaf? Bara þetta venjulega heimilislega, það er eina sem maður kunni. Og brendur við matinn eða gerður eitthvað afsalskókt eða varstu tekinn og kjöldreginn og þú lifðir þetta af? Ég lifði þetta af. Eina sem maður var að strákarnir borð, ungu strákarnir, þeir voru ekki alveg nóg ánægðir með svona hennan gamla mat. Hrossabjú og eitthvað svona... Þú varst góður í því? Já. Þú varst ekki að laga hambúrgar og pítsur og eitthvað svona... Ég gat það alveg, en ég hlustaði frekar á skipstjórinn og stýrimannin, eldri kallana sem vildu fá eitthvað svona gamalt og gott. Já, gott að hafa þetta í bland, en það var gaman að því. Heyrðu, en þessi staður, hann byrjaði fyrir ári síðan. Já, það er... Og hver er eigandinn á honum? Það er Hallgrímur og Ómar, heita þeir, og það eru líka aðrir staðir hérna sem þeir eru með. Það er steikhúsið og svo barinn hérna við hliðina á okkur. Já. Þannig að þetta var opnað núna. Við erum 1 árs núna 17. júní. Já. Og gengur bara alveg prýðilega. Já. Og líka þú sagði mér það að það væri stór business af þessu, það væri bakkar í verslanir. Já, á hverjum morgni þá keyri ég í verslanir hérna á Akureyri og svo erum við einnig með bara út á landi sem við þurfum að sinna líka og það er alltaf aukning þar og beðum meira. Og hvað kallar út á landi? Nú eru Akureyri svolítið miðsvæðis, það er höfuðborg Norðurlands. Já. Hvað kallar, teldu upp staðina? Við erum á Húsavík, við erum á Siglufirði og Sauðárkrók og við erum á... Ekkjukrók, nei. Ólafsfjörð, Dalvík, Siglufjörð, Blönduós, Skagaströnd, Þórshöfn, Húsavík. Þannig að við erum svona, Og hvað er það að senda þá bara með bílum þá? Já, landflutningar, flytja. Þetta er í Netto og samkaupsbúðirnar. Og er þetta að senda bara hverjum degi?
Nei, við sendum annað dag á Siglufjörð, Ólafsfjörð og Dalvík og Húsavík reyndar eru farin að senda hverjum degi og Þórshöfn, Skagaströnd og Blönduós annað dag. En þá ekki meira svona á sumrin heldur en á veturnar eða hvernig þetta? Það reyndar kannski ekkit komið mikil reynsla á það þannig sé á þessu einu ári en þetta að aukast þannig að það spurning hvort það róist aftur í vetur. Já, þannig að þið eru það 1 ár í svona bransa, hann segir ekki allt en þetta lofar góðu. Það lofar mjög góðu og það er mjög gaman að fá símtölin þegar það byrði að vantar meira súsí, að vantar meira súsí, gefum meira að senda á Húsavík, það er mjög gaman að fá svoleiðis símtöl. En þú sagði mér líka sko að þetta væri svona mikið lunga úr rekstrinum að gera þetta. Það er bara mikið að gera í því. Já. Þannig að já, það gengur bara alveg ljómandi vel. Gengur ljómandi? Já. Og hvernig, núna erum við bara hérna í sentrumnu, við erum bara á Hringtorginu. Við erum á mjög góð staðsett, sko. Hvernig er svona typikal dagur þá hérna hjá okkur? Þið mætið á morgnana og undirbúið fyrir daginn? Já, við mætum á morgnana, mætum kl. 9 á morgnana og undirbúum fyrir verslanirnar á Akureyri. Já. Og förum og gerum þá bakka og samlokurnar líka. Við erum líka með samlokurnar hérna í búðum og líka út á landi. Þannig og svo keyri ég það út og svo eftir að við erum búin að því þá þegar við erum búin að taka þær sendingar til og fyllir Jóhann á kælirinn og ég kem tilbaka og byrja hádegisauðsinn hjá okkur og svo þurfum við bara að vera búin að gera aðra bakka fyrir 4 daginn sem að fer svo með landflutningum út á land. Já, þannig að það er alltaf svona festi. Það er alveg nóg að gera, sko. Heyrðu það, sérðu Jóa, hann er bara eins og einhver Japani að vinna þetta. Hann er þeir besti súsíkokkur á landinu, ég fer ekki á hann. Ég er nú búin að sjá marga hérna, heyrðu, Jói, núna útskýrir þú fyrir okkur hvað þú ert að gera, því þú ert með þetta svona í byrni og nærðu mynda af þessu þannig að gera þetta, þú veist, núna ertu með hérna sushi-hrísgrón sem eru löguð alveg sér. Já. Nú vorum við aðeins að róa okkur niður og svo snakkur að þessu, slaka og þetta eru, skal ég segja þér hérna, soðin, þau eru soðin í edik, er ekki, og hvað, sigri eða hvað? Nei, sko við byrjum á því að skóla þau. Já. Þau eru skóluð undir köldu vatni hjá okkur í svona 40 mínútur til klukkutíma. Já. Svo hendi ég þeim í pott, bara með rafmagnspott, gufusóðinn, vatn, og sett vatn saman, svo er bara gufusóðinn. Það tekur svona 20 mínútur og svo setjum ég því svona bakka og þá helli ég ediki yfir. Og er það svona japanskt edik? Já, sushi seasoning er þetta kallað. Já, og það er alveg spes og það má ekki vera neitt annað? Nei. Það er ekkert annað í því, ekkert sykur? Jú, það er sykur. Í edikinu? Já. Já, það er kryddað edik? Já. Þannig að, og það er svona... Það eins og í svona bakka, er þetta mikið svona, bara svona dass? Já, það er svo sem engin mælieining, maður er bara orðin vannur þessu. Það er bara ákveðið magn sem maður hellir yfir. En þetta má ekki vera á súrt og þetta má ekki vera á sætt og þetta má ekki vera á blöð. Maður verður að hafa þetta svona í puttunum. Þetta maður... En hvað heitir þetta svona? Það er til svo margar gerðir af súsi. Þetta er maki. Maki? Já, það er sem sagt rúllan sem ég er að gera. Veistu hvað út af hverju það heitir maki? Ekki hugmynd. Þú bara vinnur við það. Ég er búin að elda hérna súsi í 1 ári, ég veit ekki um það. Nei, en í alvöru, ég er búin að vera að fylgjast með þið vinna hérna. Nú ert rosalega prófarlegur í þessu. Ég lærði það af góðum manni. Hann er, sko, þér finnst ég að vera fljótur. Hann gerir 10 rúllur á mig, ég gerir 5. Þannig að... En ertu ekki aðeins búin að bæti í? Jú. Ég er svona nálgast hann kannski, því hann er búin að gera svo lítið undanfari á rúllum, hann er farin að ryðga. Segðu mér, þetta er svona, og hérna, hvað er þetta hérna græna? Þetta er þari, þurrkað, sérst noriblað. Noriblað. Og þetta er ein tegund af rúllum, eins og sem er hérna til dæmis, eða hvað? Já. Þetta er bara, eins og ég er að gera svona núna, þetta er bara spicy lax, kallum við það. Spicy lax? Það er chili mayo, lax, kóríander og gúrka. Herðu, settu það í og sýndu fólkinu hvernig það gerir, svona á svona slow motion raða. Hægðaðir. Þetta er chili mayonnaise. Chili mayonnaise. Og þið eru að selja það líka í svona, og búið þetta sjálfur? Já, þetta er bara... Og það er bara kóktelsósa með chili úti? Nei, þetta er bara majónes og
chilisósa. Já. Bara gamla góða Gunnarsmajónes og chilisósa. Þetta er mjög vinsælt líka með humartempurónum okkar. Við seljum líka djúpsteikt sushi sem er mjög vinsælt og þetta er alveg fer út verulega mikið magna af þessu. Þarna situr ferska seinselu, kóríander og gúrka. Heyrðu, og þú þarft að skera gúrkuna alveg eins alltaf. Já. Þetta ert að dúlla þér í. Já. Alveg fram og tilbaka. Það hefur verið taugar í þetta. Já, þetta. Þú sagði mér það, þér líkaði alveg við svona matreitu. Þetta er svona dúllmatreitu. Þetta er ekki þú ert ekki að sjóða hrossabjúgu. Nei. Og búið til hvíta sósu. Þetta er svolítið annað. Já. Hérna, þetta á við þig. Já. Hérna getur maður að leika sér. Já. Það er þetta að búa til hvað sem er. Og þarna ertu komið lax. Set vatn hérna. Já. Til að líma rúlluna saman. Svo festur þetta svona saman. Nú er hann tilbúinn. Já. Og svo sá ég að þú settir þetta í plast. Já. Og sprautar ykkur í þetta. Út af hverju gerir þetta saman? Ég set þessar hérna í plast. Út af hverju gerir það? Það því að grjónin eru utan á. Já. Og svo það festist ekki? Það festist við mann. Já, og settur þá svona... Set smá... Svona sprey? Smá sprey. Og þið kallaði þetta hommasprey? Já, þetta er kallað hommasprey. Hvað kallaði þú þetta Akureyri hérna? Hommasprey. Okkur kallaði menn þetta hommasprey? Þetta er svo sleift og fínt. Góð! Ég var að heyra eitthvað annan nafn á þessu líka. Það má hafa nú aðeins djók í lífinu. Já, það er sko í góðu lagi. Nú ætlum ég að gera eina svona inside out. Inside out? Já, þá eru grjónin utan á. Já, það verður gaman að því, ég sá það. Þá tek ég minna norriblað. Já. Og ertu þá búin að klippa þetta allt saman til? Nei, við fáum þessi, það er þetta fáðu bæði heil og hálf. En þessar rúllur, er þetta bara sushi rúllur eða hvað? Já, þetta eru bara sushi mottur er þetta kallað. Já. Og duga það endalaust, þannig er þetta ekki... Nei, þetta er... Við endurnýjum þetta alveg reglulega, sko. Eina hérna sem er nú að verða pínu lúin, þetta er farið að brotna og... Já, eins og gengur bara? Já. En maður notar þetta samt. Já. Og hvað sittur þú? Þarna sittur þú... Sesamfræ. Sesamfræ? Og hvað, eitthvað annað þarna? Nei, bara sesamfræ, hvít og svört. Bara svona aðeins til að skreita þetta. Já. Svo snýrðu þessu við? Svo snýrðu þessu við. Og svo sittur þú þarna surimi, eða hvað kallar þetta? Já, þetta er krabbasalat. Já. Þetta er bara surimi, krabbi. Já. Gunnarsmajónes og smá japanskt majónes. Og það er meira í þessu, það er hérna vorlaukur. Vorlaukur. Já. Og þú veist alveg magnið í þetta, ég sé það, þú hefur gert þetta aðeins áður. Já, þetta er orðin ávani. Orðin ávani? Þetta er bara, já, maður er fann að gera þetta bara. Já. En líka sko, þegar þú ert búin að gera þetta svona í 1 ár og þú á dag eftir dag, veistu hvað þetta skeið, þetta er bara rútína. Já. Já. Og meina, hvað er þetta maki líka? Já, þetta er bara inside out maki og þetta er bara, hún er eins og þessi hérna. Já. Með krabbasalati. Er þetta vinsælt? Hvað er vinsælt að þessu? Vinsælast er djúpsteikt. Já. Og svo myndi ég segja, já, krabbasalati eða spicy lax. Já. En þessi bakkar eru mjög vinsælir, 30 bita og 20 bita. Já. Við ætlum að fara aðeins betur í þetta á eftir og fara nánar út í þessa bakka. Nú erum við komin við ætlum að koma inn eftir hlé. Já, árandi góðir, við erum stödd hérna á Akureyri Kung Fu Sushi staður, Kung Fu Express. Þetta er svona skyndibita, svona kínverskt eða hvað ég má að segja, hvað er japanskt? Já, japanskt. Japanskt. Já.
Þetta var eitthvað svona gult eitthvað. Já. Heyrðu, en við vorum komin, við vorum búin að fá ansi skemmtilega leysu hvernig þetta var gert og við vorum að fræðast sushi. Já. Þú ætlar að fara að búa til kodda fyrir okkur, Jói. Hvernig það? Setur þetta í svona, já? Já, þetta svona bara aðeins til að flýta fyrir. Já, má það? Já, þegar það mikið að gera þá verður maður að nota tæknina. Og við gerum þetta allt í höndunum, engar vélar. Hann að svindla, hann setur í svona plast, já. Einhver mót. Já, en það er ekkert búið, sko. Nei. Svo þarf ég að taka hvern og einn og móta hann. Já. Og þú notar báðar hendurnar í einu. Já. Ég sagði það, þú ert eins og Japani bara. Og til að hafa þetta stífara, hvernig út af hverju gerur þetta? Já, bara til að aðeins að þétta á. Já. Því að annars er þetta bara laust í sér og hreinur í sundur. Já. Þarf aðeins að... Og þetta kallaðir koddar? Nigiri, já. Nigiri? Já, þetta heitir nigiri. Út af hverju heitir það nigiri eða koddar eða þú veist ekki, þú bara þetta, vinnur þetta? Það er sama sagan á það? Já, þetta er bara japanska nafnið yfir það, nigiri. Já. Og á þetta setjum við lax. Já, sem er vinsæll. Hann er hrár. Hann er hrár. Og borðar fólk þetta borgar stórfé fyrir ykkur hrísgrjón og hráan fisk? Já. Og þykir þetta svolítið fín? Þetta er herramanns matur. Þetta er bara jólamaturinn, sko. Hrár og hrísgrjón svoðið í potti og smá fiskur ofan á. Mjög gott. Mjög gott. Maggi, við þurfum að kenna þér að borða sushi. Já, ég meina, ég fíla sushi. Þetta. En fólk segir svona. Já. Og þetta er líka rosa vinsælt í veislur og smárétti og þetta er tildulega mjög heilbrigður matur. Það er engin fita í þessu, ekkert smjör og ekkert hveiti og svona. Þetta er mjög hollt og gott. Já, og þetta er? Þetta er svokölluð epirækja. Já. Og við setjum svona hérna og þetta segir sko viðskiptavinnurinn það að þetta er ekki hrátt. Nei. Þessi rækja er soðin áður en hún er fryst og kemur til okkar. Þannig að þetta er eldaðu biti hérna. Og það er svolítið það að viðskiptavinnir eru ekki alveg sáttir við það að fá hérna sko hráan fisk að vilja hafa þetta og þá er þetta alveg eldað. Þá erum við með djúpstekt sushi líka og við erum með eldað sushi líka og já. Og það er eins með hérna krabbasalatið. Þetta er eldað. Já. Herðu, en nú erum við bara komin að einna skemmtilegastu partinu sem ég alltaf þrái, það er að fá að smakka. Þú ætlar að smakka. Það er ekki amælegt að vera með svona kokkaþætti og fá alltaf að smakka. Þetta voru búin að vera mjög erfiður dagur. Við þurftum að taka 3 hádegisverði. Frá 11:30 til rúmlega 1. Og þá vorum við búin að borða góða morgumat líka. Heyrðu, og þetta er mjög erfitt að standa. Það er mikið lagt á þér í þessu starfi. Og allir buðu okkur að borða og við þorðum náttúrulega ekkert að afþakka því að það er náttúrulega ókurteisi. Það er mjög mikil dónaskapur. Og svo var sett á diskinn fyrir mann og maður verður að klára á diskinn. Þessu nær svona kannski fallegur. Nákvæmlega myndalegur bara. Bara myndalegur, já þú ert að leiðinni. Gaman að því. Heyrðu, þú heldur á þessu. Ég ætla að halda þessu fyrir og þú ætlar að vera sérfræðingurinn. Ég átti nú eins og kynvist þannig ég tel mig geta notað þetta. Já. Ég ætla svona aðeins að maður ekki hlæja mikið. Nei, við mátt ekki missa bitan. Er þetta ekki eitthvað með svona? Jú. Ég veit það ekki, ég kann þetta ekki. Þú kannt þetta ekki? Hann er voðalega klaufskur við þetta. Heyrðu, hvað eigum við að byrja á? Eigum við ekki að byrja á þessum hérna? Já. Heyrðu, og þetta er, hvað kallum við þetta? Inside out krabbasalat. Já, og þetta er, hvað heitir þessi? Maki. Maki. Já. Og svo gerum maður svona. Já. Og svo færðu þeir hérna er engiferið og fólk færð sér það eftir hvern bita til þess að hreinsa bráðlaukana. Já, ekki með. Já, þetta er svona hreinsun fyrir þá. Þannig að nú ertu tilbúin til dæmis í næsta bita. Þetta er eldsúr anskoti? Já, þetta hreinsar vel. Þetta er gott. Heyrðu, svaka gott. Síðan hérna, og þeir eru með hérna fyllt af, þetta er með laxi og hvað? Spicy lax, það er kóríander, chili majónes, gúrka og lax. Já. Þú er að fá líka smá wasabi, Maggi. Setjum maður það saman? Já, setur það saman. Ég kann ekki setja á þetta allt í vissin. Þetta er alveg athöfn að borða sushi. Það er líka svo skemmtilegt. Þetta er alveg sterkt maður. Þetta er rosalega gott. Þetta er rosalega gott. Þetta blandar svona. Ég veit það, það gerir það nefnilega. Og svo hreinsaru með engiferinu og þá
Þannig að það er gaman að borða sushi. Þess vegna er þetta mjög vinsælt í Þegar maður veislum. svona svolítið góður í brónunum, sko. Já. Ég geri þetta saman. Hvítvínsglas með þessu, þetta er alveg fullkomið, sko. Fullkomið. Já. Heyrðu, svo sáum við ykkur elda hérna. Hvað kallar þetta? Humar tempura sushi. Já. Og þú eldar hann þannig að þú tekur humar, setur hann í tempura deig, setur hann í svona sérstætta rasp, djúpstekir, setur svona þessi hrísgrjón. Já, bý svo bara til venjulega sushi-rúllu. Já, svo setur þetta græna hérna, en hvernig færðu svona krispi utanum þetta? Fer með rúlluna og set hana í tempura-deigið og í raspinn og djúpstek hana svo aftur. Yes. Þannig að humarinn er tvístektur. Þannig að fólk þarf ekki að hafa neinar áhyggjur með hann. Ég ætla bara að gera þetta. Já, gerðu svo vel. Þetta bragðast alveg jafn vel, sko. Það var bara eitthvað svona fínt eitthvað. Verður maður að vera eitthvað fínt að nota bragð? Já, nei, ég veit það, já. Heyrðu, þetta finnst mér gott að sitja svona í. Já. Já. Þessi rúlla er mjög vinsæl hjá okkur. Þessi er krispi og fín. Já. Rosalega flott. Já. Af því ég er Pepsi-kall. Alltaf fíla Pepsi. Þegar ég fá með smá Pepsi-max með. Já. Það gerist ekki betra, ha? Heyrðu, ég er alltaf að fá að smaka tværrúllur þá, af því þú sagðir að vera svolítið munur hérna, Jói. Já. Á þessu, akkur er munur að vera með chili mayonnaise á þessu? Það er bara, gefur meira bragð. Já, og þú veist meira trukk í það? Já, og svo set ég chili crunch yfir. Já. Þetta er svona litla hrískökur sem ég er búinn að mylja. Þetta er meiri háttar gott. Þetta er meiri háttar gott. Ég fíla alveg sushi og þetta er skemmtilegur hérna. Þetta er skemmtileg menning og eins og ég segi þetta er heilbrigt og þetta er búið að vaxa rosalega mikið á sínustu 5-10 árum og sérstaklega sínustu 3. Já, mjög mikið. Fólk er loksins að byrja að kynnast þessu almennilega og þora að koma og prófa eitthvað nýtt. Já. Mér langar að smakka því þetta eru svo mikið hrísgrjón í þessu og þá fara maður að verði ég að taka þetta með brónum. Sérðu, þetta er hérna, þetta er stíft í sér og það er svolítið matur í þessu og þá finnum maður bragðið hvort að, og ég veist alltaf gott að sitja svona. Alveg. Fólk dýfur þessu í sojasósuna og setur líka svona engifer með þessu, það er hægt líka. Já, en ekki eftir á. Ekki eftir það, þetta bara þetta líka með. Hrísgrjónin eru rosalega góð, alveg rétt svo þeir og alls ekki neitt svona ediksbragða, alls ekki. En það gerir samt einhvern grunn, er það ekki? Jú. Og þetta er líka notað til þess að við getum gert grjón hérna, ég get svoði grjón í kvöld og þau eru góð á morgun. Já. Ef ég set ekki ediki saman því þá eru það ónotað daginn eftir. Og þetta græna. Wasabi, já. Rosalega sterkt, þetta er svona einhver rót sem er svakaleg. Þetta er mjög sterk rót, sko, hún rýfur vel í. En þetta sem og er notað á flestum veitingastöðum, sérstaklega hérna á Íslandi, wasabi, þetta er bara gerfi. Já, er það? Já. Hvað er orginal? Þá hún er að verða búin. Já, bara. Hún er bara að verða. Rótin. Já, það er bara að verða búið á útrýmanni. Jæja, heyrðu, Katti og Jói, þetta er bara rosalega gaman, þetta er æðislegu matur og svo er hérna frammi í vagninum, frammi í stannum, Kung Fu, þá er svona samlokur, salat og bakkar og hvað kallar þessa bakk? Bento box. Bento box, þetta er eitthvað japanskt. Þetta er japanskur svona hádegismatur. Þannig ég mæli með ykkur áhorfendur góður að þegar þið komið hérna til Akureyrar, komið hérna á torgið, það er nú auðvelt að vinna þetta er hringtorgið á Kung Fu og endilega kíkið á Jóa og Katti og fáið ykkur sushi. Takk fyrir.